Góðan blessaðan daginn, gott fólk. Hér ætla ég að sýna ykkur fyrstu yfirferð á búunum mínum. Það er 13. maí, ég hef nú bara ekki haft tíma til þess að fara í þau eða haft tækifæri. Hér er bú sem að er vetrað á heilum langstrút og svo 3/4 langstrút. Það var utanum þetta þakpappi og síðan ofan á fóðurtróg sem ég setti ull í, tók plastið úr þannig að það var loftstreymi og svo kýll undir þakinu að hætti Hákons. En mér sýnir svona öll að þetta sé nú frekar lítið bú. Þetta var þó sterkasta búið mitt í fyrra. Skulum sjá hvernig lítur út. Ég er búinn að reykja á það. Ég var með svona neton á þessu hér í vetur. Netin sem að býflugurnar eru koma í á brettunum. Það fengu hérna hálft kíló af frjódegi hjá mér. En þetta net, það þolir ekki álag lítilla munna. Þannig að þær voru búin að éta gat á það og komið slatti upp í fóðurtrógið og dauður þar náttúrulega. Þannig að við þurfum að hugsa þetta aftur. Og klasinn situr hérna vinstra megin í búinu ef maður horfir fram að frá. Sem að virðist nú vera svona tiltölulega algeng staðsetning á klasa vinstra megin. Veit ekki hvort ég hafi rétt fyrir mér. En ég ætla að reyna að setja upp þrífótinn hérna, einhver staðar, góðan stað. Sjá hvort ég geti kjaftað mig eitthvað út úr þessu. Ég er hérna á störfót, má ekki stíga í fótinn eftir aðgerð á fæti. Þannig að svolítið svona klaufalegur í hreyfingum. En látum okkur sjá. Hér er ég með stæður sem ég get sett í tón á. Þannig hér. Svo ættum við þá að geta, það er að gerast hérna, geta beint þessu að. Og sjá hvort það sé einhvern sjónarhorn sem við græðum á. Jú. Þetta er fínt. Skal hætta að skekkjast í stæðunni. Nú ég skipti botna á öllum búum. Einhvern tíma hér í lok maí, seinni hluta maí. Vissi að það voru búin að fara út í skítaflug, hreinsiflug. Og þetta bú var þrælþungt, þannig að það er engin spurning að það er nú fóður hérna. Við byrjum alltaf í gaflinum, þar sem að fæstar flugur eru. Hér er bara fullt af fóðri. Sjá ég nú með rammaupphengju einhver staðar á staðnum. En ef rétt reynist að þetta sé sem þetta mjög lítið bú, þá mun ég lækka það niður á 1 kassa með fóðurömmum. Þannig hér, ég er búinn að reykja á þær. Nú að taka svona eins og 2 ramma frá. Ekkert lifandi hér. Nei. Nei, ég hef 3 jafnvel bara, svo fóð ennþá betra pláss. Allt saman kringt hér. Jú, vel að merkja að undir þessu búi er hitaplata sem hefur haldið 10 gráðu hita í allan vetur. En satt að segja veit ég ekki hvort það sé að gera nokkuð gagn.
minna í þessum. Það er að segja fóður. Og nú komið tíma á að fara að bræða þessa ramma, sýnist mér líka, þar fyrir utan. Þessi er alveg ágætur í notkun áfram. En það er þá fyrsti rammi með flugum og ég kíki náttúrulega eftir eggjum og drottningu vonandi. Ég held þeim aðeins frá. Það er að segja með býflugunum ásitjandi. Nú rólega greiðin. Nei, ekkert á ungviði hér sé ég ennþá. Og engin drottning. Það er fullt af fóðri og einhvað af flugum. Engin egg sé ég ennþá. Þannig að það er spurning hvort það sé drottning á svæðinu eður ei. Það eru samt sem áður óþarlega rólegar ef það er ekki drottning. Höldum við hérna klasanum aðeins saman. Ég kíki yfir hann aftur þegar ég er búinn að leita að mér allan grunn hérna niðri. Og hér sjáu þið svona típiskan ramma, steindauðum flugum, mygla. Þetta fer allt í bræðslu, útskítinn. En fóður hérna. Það sem ég gæti þá gert núna væri að skafa af honum öllum hérna megin. En leyfa þeim að halda fóðrunni hér. Það er plastmilliveggur hérna sem er í þessu búi. Eða þessum ramma segi ég. Og þannig að hann er vel nýtanlegur áfram. Bara aðeins að hreinsa af þessu. Svona. En það er sýnilegt að þetta bú hefur ekkert með 2 kassa að gera í það minnsta. Þannig ég ætla að fjarlægja í það minnsta 1 kassa þá. Þess að reyna að koma þessu fyrir ykkur staðar hérna frá. Þá er alltaf best að hafa einhvern til þess að setja kassan á. Sko, ef við hugsum okkur að þessi hérna var nú í lagi svo sömu, þessi 2 hérna, það var einhver örlítið fóður í þeim, en eru orðin svo brúnir svartir að ég ætla að taka þá og bræða. Getum við sett þessa tróðfullu fóðurramma, setja á hérna sikkur megin við klassan, lítið þessu saman hérna. Og eftir, það er fullt af dauðum flugum hérna niðri. Það er sem sagt drepist þarna út við vegg, út við gafl. Og það þarf að hreinsa það í burtu. Hérna. Svo. Hvar ég kem. Þá set ég þaki hérna á milli, brettið á hérna búkanum. Svona hér. Nú ef það er ekki drottning í þessu búi, þá verður þessa flugur náttúrulega að fara í einhvað annað bú. Aðeins að hreinsa hérna niður eftir. Svo, hér. Hérna sjáu þið þetta dauða allt saman, það var mikið botnfall úr þessu búi. Enda, eins og ég segi, þetta var mitt stærsta bú. Ég ekki hérna bara handa og skemmt ykkur staðar ramma
Við nýtum þetta fóður nú aftur, grjóteig. Setjum það einhvers staðar hérna. Já, þetta er heill langstrút, sem sagt. Leggjum bara hérna hliðina. Þetta er allt tróðfullt af fóðri. Ekki hafa þær drepist úr svelti hjá mér. Náttúrulega það var góð loftun með netbotni. Þó svo það væri hitaplata þarna undir og þá hérna er ljótur miklaður rammi. Þetta vax skef ég allt í burtu, það er sama með þetta. Þetta er plastmilliveggur hérna. Ég skef það bara í burtu og svo fær sterkt bú þennan ramma og getur þá seinna í sumar byggt upp út vaxið. Þessi dómur, þeim sem hérna dauðar sem liggja hér með fram. Þetta bú er það lítið að það er náttúrulega alveg spurning að hvort það nái nokkuð að verða úr þessu greyji. En það sem er svolítið sérstakt að miðað við hvað mikið hefur drepist að þá er ekki að sjá skítu á römmunum. Það gera það eins og þið vitið kannski undir mikil streitu. Einstaka skítaflekkir, tekur það bara burtu svona. Ekki meira en 3-4 af þessu. Það er nú lítið fóður í þessum römmum sem ég er að lyfta upp núna. Það er lítið sem ekkert meira sem. Svo er ég með mér hérna, náttúrulega ekki hér, en ég er með borðedik 15% sem ég spreyja þá á þar sem er mygla. Ekki sé í drottninguna þá, ég minnst á. Og ekki það þrælvirkar á svona myglu gróður. Hér er ljótur rammi, en það þarf ég allan að skafa vaxið úr. Samina, deinsum þetta og tekum þennan kassa í burtu. Ég stefni á það að reyna að vetra búin á einum heilum langstrút og einum svona litlum minni, 3/4 og af hverjum. Það er í það minnsta þannig að hjá honum Tótó út á Álandseyjum þá vetrar hann allt sitt þannig. En vel að merkja að hann er náttúrulega með miklu stærri bú á hausti heldur en við nokkuð tíma náum fram. Ég er með nokkur bú hérna núna sem eru þannig vetruð, sem eru nú nokkuð stærri, hvað ég tel. Þannig ég kíki í þau svona, bara að hafa þetta í þeirri röð sem þetta var. Þá man ég að það myglaðir hérna megin. Svo er fullt af dauðu hérna á botninum. Og þarna sé ég drottninguna meira að segja. Liggur hún hérna, dauð á botninum. Og það er þá miður það sem að getur gerst.
í svona litlum búum að drottningin, hún fær ekki þá umhyggju, aðhald sem hún þarf. Þannig að þetta bú þarf ég að sameina öðru búi, litlu búi, með dagblaðsaðferðinni. Það má nú ekki vera of lítið búið heldur, því að það verður að geta varið drottninguna sína. Þetta er nú eiginlega bara í fyrsta sinn sem ég hef séð á mínu ferli frá 1988 að slatti að býflugum er lifandi en ekki drottningin. Ég man í það minnst ekki eftir því að hafa séð það sama. Sjá. Þetta bú verður sem sagt á að engu. Man kannski einhver not af þernunum. Og þá er það dagblaðsaðferðin og anistrópar. Þetta hérna eru flugur sem hafa drepist síðan ég kíkti í búið. Þeir fengu hreinan botn sem sagt. Þannig að drottningin hún hefur drepist bara á síðustu, hvað er þessi, 2 vikum. Svoleiðis. Já. Þannig lífið stundum, það er ekki alltaf skemmtilegt, þessi býflunarækt í miður. En látum þessu spjalli þá lokið, þessu búi.